Já, komið sæl og velkomin í eitt og annað. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á íþróttum og lengi velti fyrir mér hvað það sé sem einkennir afreksíþróttamann. Það líkamlegur styrkur, andlegir þættir eða eitthvað allt annað? Í þessum þætti ætlum við að ræða við afreksíþróttafólk og sjá hvert við verðum einhvers vísari. Það er vel við hæfi að byrja hérna á Þórsvellinum. Ármann Pétur Ævarsson afrekaði það að spila 300 leiki fyrir Þór. Í honum rennur rautt blóð og við sendum boltann á þig, Manni. Ármann Pétur Ævarsson, eða Manni, spilaði á dögunum sinn 300. keppnisleik fyrir meistaraflokk Þórs á Akureyri. Þessi ótrúlegi leikmaður er á sínu 17. tímabili og ef Norðurlandsmótið og deildarbikar eru talið með, hefur hann tekið þátt í 450 leikjum fyrir félagið. Sjálfur er Manni ekkert á því að hætta að telja, en skildi hann hafa átt von á því að ná þessum áfanga þegar hann byrjaði að spila fyrir Þór árið 2002. Já, sko, ég var ná viðurkenna að hugurinn kannski fór ekki í þá áttina, sko. Fyrst og fremst var maður nú bara að hugsa að koma sér í liðið þá og fá einhverja reynslu og njóta þess að spila fótbolta sem maður hefur óbúslega gaman á og hefur ennþá. Þannig að fara inn á 17. tímabili eins og núna, það var kannski ekki efst í huga þá. Nú eru leikmenn bara mjög mikið að flækjast á milli liða og félagaskipti eru ekkert óalgeng í þessum bransa. Hvað er það hérna við Þórsvæði sem að heldur þér hér? Hér líður mér óbúslega vel og Akureyri líður mér mjög vel. Og ég kom með stóra fjölskyldu hér, 3 börn, þannig að mér líður óbúslega vel hér. Þannig að þetta er spurningum líka kannski eitthvað utan á allar. Þetta er ekki bara fótboltinn, þetta er bara lífið. Já, klárlega. Og allt í kringum, allt fólkið í kring. Þetta er alltaf, eins og við tölum oft að þetta er svona ein stór fjölskylda hér. Og að vera partur af henni er bara algjör forréttindi. Svona þurfa að horfa tilbaka yfir þennan tíma og þetta er nú töluverður tími. Hvað kemur svona upp í kollinn? Það er margt, sko. Það er margar frábærar stundir sem maður hefur átt hér. Og kannski fyrsta svona stóru stundi var náttúrulega þegar maður spilaði hann á fyrsta leik í bikarkeppni móti Tindastól á Sauðárkróki 2002. Það kom inn á fyrir Þórir Áskelsson. Það er svolítið síðan að hann hætti, held ég. Ég þjálfaði síðan síðan seinna. Það er náttúrulega stórt moment. Næsta var að fá að spila í efstu deild það ár. Að fá að byrja að leika á móti Fram hér á Akureyri. Spilaði miðvörð við hliðina á Hlyn Birgir. Það var smá aldursmunur á milli okkar þá. Og það var ofsalega skemmtilegt, við unnum þann leik. Þannig að fyrsta mómenti í úrvalsdeild var mjög gott. Svo náttúrulega verður maður minnast á 2009 þegar við vígjum völlinn hér. Spilum opnunarleikinn á móti Káa. Það var hörkuleikur sem við náðum síðan loksins að knýja fram sigur lokamínútu þar sem ég skoraði á Sandor vinn minn, klobbaðan. Unnum 3-2, ægileg fagnaðarlæti í lokin. Og svo bara hélt þetta áfram. 2010 förum við upp aftur í úrvalsdeild. Það var frábært. 2011 þá förum við í bikarúrslit og erum í úrvalsdeildinni. Föllum reyndar en fáum að upplifa þessi bikarúrslit. 2012 þá förum við í Evrópukeppnina. Það var mikið ævintýri. 2013 förum við, eða sem 2012 förum við aftur upp í úrvalsdeild. 2013 spilum við úrvalsdeildina og höldum okkur uppi. Spilum aftur 2014, þannig að þetta er búið að vera mikið að vera og mörg skemmtileg ár. Nú er fótboltinn óútreiknanlegur. Það eru meiðsl sem geta komið upp á og menn eru inn og út úr liðinu. Þetta er rússíbani upp og niður. Hvernig hefur þú tekist á við þetta alltaf? Þetta er svona... Ég hef verið tiltölulega heppinn með meiðsli gegnum tíðina. Ég veist að fara í eina aðgerð á hné. Það er svolítið langt síðan, ég var ungur þá. Ja, annars hef ég sloppið svona tiltölulega vel við meiðsli, svona stór meiðsli. Þetta er bara, eins og ég segi, maður verður bara að líta jákvætt á þetta. Maður bara takast á við þetta og svona, þú veist, það má ekki vera að pirra sig á svona hlutum. Eins með þegar þú tekir út úr liðinu eða settur úr bekkinn eða út úr hóp, að það eina sem þú getur gert er að hugsa sjálfa þig. Þú getur ekki pælt, þú getur ekki bara að argoa út í þjálfarann eða einhver aðra leikmenn í liðinu eða eitthvað. Þá ertu farin á villigötur. Þannig að þú verður að passa upp á sjálfa þig bara og passa hvað þú gerir. Þannig að þetta er andlegt sport líka, alveg eins og líkamlegt sport. Já, klárlega. Og
jafnvel meira andlegt sport heldur en líkamlegt. Maður þarf að vera með hausinn í lagi til þess að ná að halda sér góðum alltaf. Þetta ég meina þú labbar inn á völlinn og þú þarft að vera með hausinn kláran. Annars fer þetta bara eitthvað sko. Það kannski eitthvað sem kemur eftir á með reynslunni að hausinn styrkist kannski meðan að líkaminn kannski gefur eitthvað aðeins eftir? Já, það þessi reynsla sem alltaf verið að tala að þú kannski þekkir staðsendingar betur, þú þekkir leikinn betur. Þú áttar á því hvernig andstæðingurinn að spila fljótar og þú getur lesið meira í leikinn. Það kannski kemur á móti þá hraðanum sem oft dvínar við að verða eldri. Þannig að þetta alltaf, þú þarft að hafa blanda á svona eldri og reyndari mönnum og svo ungum og ferskum. Þetta alltaf jafn skemmtilegt? Þetta það, já. Og jafnvel verður bara skemmtilega þegar maður fyrir að sjá fyrir endan á þessu, þá fer maður að njóta þess aðeins meira. Og það bara eins og núna, þá tekur maður 1 ár í senn og vonar það besta, maður sleppir í meiðsli og fá að spila og njóta þess að vera inn á vellinum og vera í kringum svona hóp og inn í svona hóp. Það mjög gaman. Nú menn eitthvað verið að telja þetta og ekki að finna leikmann sem hefur spilað svona marga leiki fyrir félagið og þú ert ennþá að telja í bankann. Það ekki bara að fara að reisa stytta þér hérna fyrir utan félagsmiðlið? Nei, við skulum alveg sleppa því, held ég. En já, ég ennþá að og vonandi eitthvað áfram. Þess að klára þetta tímabil og vonandi verðum maður góður eftir það og getur haldið áfram. Þú ert ekkert að fara héðan eitt? Nei. Nú ég búinn að setja mig alveg niður, búinn að kaupa mig íbúð hér og ég kom með vinnu hér eftir nám. Og kom með stóra fjölskyldu eins og ég segi. Ég að fara að gifta mig núna í ágúst, þannig að hér takk fyrir það. Þannig að hér verð ég bara og ég klára mig fyrir, ég alveg klárlega. Núna í sumar hittu hana Söndru Maríu Jessen. Hún var þá að snúa heim úr atvinnumennsku frá Slavia Prag í Tékklandi til að spila með liðið Þór K.A. hérna á Þórsvellinum. Hún núna búin að gera samning til 2020 við Bayer Leverkusen í Þýskalandi og því vel við hæfi að rifja upp þetta skemmtilega viðtal. Sandra, þú varst að koma heim frá Prag. Hvað varst að gera þar? Ég fór út og fékk að upplifa stórt ævintýri þar sem ég spilaði með Slavia Prag í stórborginni og fékk að upplifa öðruvísi menningu bæði í borginni og síðan líka bara kynnast öðrum áherslum í fótboltanum. Hvernig kom þetta til að þú fer til Slavia Prag? Það eru einhverjir aðdáendur hérna á Íslandi sem eru frá Tékklandi sem að fylgjast vel með öllum leikmönnum deildarinnar og hvað er að ganga vel og svona og þeir höfðu samband við umboðsmann Slavia og létu vita af nokkrum spennandi leikmönnum og þannig fór boltinn einhvern veginn að rúlla af stað og þau höfðu samband við mig. Hvernig er þetta lið statt svona í kvennaboltanum? Þetta er lið sem er á gríðarlega mikilli uppleið. Þær eru búin að spila núna í meistaradeildinni og komast langt bara undanfarin ár og komast í rauninni hverju einasta ári í meistaradeildina og eins og í fyrra held ég að dottið úr í 16 liða úrslitum og núna í 8 liða og síðan er þetta lið sem er alltaf að berjast titilinn. Hvernig gekk að aðlagast í Prag? Þetta gekk bara mjög vel sem var kannski erfiðast tungumáli. Þetta er svolítið öðruvísi frá því sem maður þekkir og en ég var fljóta að ná þessu allan með fótboltaorðin og svona og ég held að það tekist bara í öðrum eða 3. leik. Það fór ég að skilja hvað stelpurnar voru að segja við mig. En annars tóku stelpurnar rosalega vel á móti mér og liðið allt og mér leið bara mjög vel frá fyrsta degi. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem hún ferð út? Nei, þetta er í annað skipti. Ég fór til Þýskalands 2016, spilaði þar með Bayer Leverkusen og gerði mjög svipaðan samning og ég gerði núna og var þar á undirbúningstímabilinu, fékk að sleppa við þessa löngu 6 mánuði á Íslandi og fékk að æfa og spila með þeim. Og þetta er svipað ævintýri en náttúrulega aðeins öðruvísi áherslur sem er lagðar í fótboltanum. Nú er Bayer Leverkusen lið sem við þekkjum kannski betur heldur en Slavia Prag. Munurinn á karlaliðinu og kvennaliðinu að núti?
Karlalið er alltaf rosalega hátt sett þar og við stelpunar út í Þýskalandi þegar ég var þar fengum mjög mikið frá þeim í rauninni. Við græddum rosalega mikið á því hvað þeir voru góðir og fengum að nota aðstæður sem að þeir fengu. Til dæmis gríðarlega góð aðstöðu varðandi líkamsrækt og það var ísklefi og það var risastórir klefar sem við fengum að nota og spilum með flottum leikvangi og svona. Hvernig er þetta þegar þú ert að fara út í kvennaboltanum? Ertu að fá næg laun til þess að geta verið bara í fótbolta? Já, í bæði þau skipti sem ég hef farið út, núna til Þýskalands, nú til Tékklands og síðan því ég fór til Þýskalands, þá hef ég verið á fínum samning þannig að ég hef fengið íbúð og nægan pening til að lifa af og enda ekki í mínus eftir þetta, þannig að þetta er engin himinhá laun en þetta er eitthvað sem maður getur alveg lifað út mánuðinn af og það er aðalega ástæðan fyrir að ég er í þessu, bara til að njóta og hafa gaman og læra og svo sem ekki númer 1, 2, 3 að fá mikinn pening út úr þessu. Hvernig er það að koma núna aftur heim á Þórsvöllinn? Það er alltaf rosalega gott að koma heim en það var rosalega gaman að vera úti, gott ævintýri og góð reynsla en heima er það sem manni líður best þannig að ég er rosa sátt. Hvernig legg ég upp með tímabilið núna? Ég held að sé bara svipaðar áherslur og í fyrra og Donni leggur mikla áherslu á að hugsa bara næsta leik, einn leik í einu. Það var svona pínu okkar motto að við fókusum bara á það sem er næst og næsti leikur er alltaf stærsti leikur sumarsins og svo reynum við bara að komast hann í gegnum sumari og þá hlýtur það enda vel. Þið ætlið ykkur stóra hluti í sumar? Já, það er ekkert feimnismál. Markmiðið er bara klárlega titillinn og komast upp úr riðlinum í meistaradeildinni. Það er svona það sem við ætlum að byrja með og síðan sjáum við til hvort að þetta gera eitthvað ennþá meira en það. Hvernig er stemningin á æfingu núna og gírinn í hónum? Stemningin er bara rosalega góð. Það eru allir leikmenn með hausinn samstilltan og við erum allar með sama markmið og vitum hvað við þurfum að gera, hvað við þurfum að leggja á okkur og leikmenn eru tilbúnir að gera það og ekki bara við sem erum að spila á tíðan, heldur líka þjálfararnir og öll umgjörðin í kringum okkur. Þannig að mjög mikilvægt að hafa svona gott teym í kringum sig. Sandra, hvað varstu gömul þegar þú spilaði fyrst á Þórsvellinum með meistaraflokk? Ég var held ég 16 ára gömul árið 2011 þegar ég spilaði svona mitt fyrsta alvöru tímabil með Þórká. Það var rosalega skemmtileg upplifun að fá að byrja fyrsta árið hér. En nú hefur spilað með landsliðinu líka. Hvenær fyrst kallið þangað? Það var árið seinna því ég var orðin 17 ára, árið sem við vorum Íslandsmeistarar með Þórká. Þá einhvern veginn spilaði liðið vel og góð stemning kringum liðið og það svona ýtti mann áfram í að bæta sig og að komast í sviðsljósið og þá fekk ég kallið það sumarið þegar að Katrín Ásbjörnsdóttir, liðsfélagi minn þá, meiddist. Hvernig leið þér þegar þú fékkst kallið, 17 ára? Ef ég viðurkenni að það var það ekki eitthvað sem ég var búin að búast við en það var alltaf markmið og draumurinn að fara í A-landsliðið en einhvern veginn hafði ég aldrei reiknað með því svona ung, sérstaklega það sem að liðið var frekar mikið eldri leikmennum þegar ég kom inn í liðið þannig að ég bjóst við því að það myndi koma kannski liðsskipti eða svona árgangsskipti kannski 2-3 ár seinna en þetta var bara rosalega gaman og við vorum þarna 3 ár, ég, Elín Metta og Glódís sem fengum kallið allt sama árið. Nú erum partur á hópnum, svona manni sem ég hefur aldrei fengið kallið í landsliði. Er þetta samt ekki alltaf skemmtilegt þegar þú færð tilkynnt að þú ert í hóp? Jú, þetta er alltaf jafn mikill heiður og það er alltaf sami hnúturinn í maganum sem kemur daginn sem á að tilkynna hópinn og ég held að það sé bara mikilvægt að átta sig á því. Þetta er ekki sjálfgefið að vera partur af þessu og maður þarf alltaf að vinna jafn mikið, vinna sér inn fyrir hverju sæti sko. Þannig að þetta er eitthvað sem ég held að muni alltaf vera og er bara partur af því að vera í landsliðinu. Þú ert núna í hóp og fyrirliði hjá Þórká, er nóg að gera í sumar? Já, það er stórt sumar framundan og mjög mikilvægt bæði hjá Þórká og líka hjá landsliðinu. Við ætlum náttúrulega að vinna titilinn aftur að fá að norður aftur til að vera Íslandsmeistarar og sömulegis þá stefnum við í landsliðinu á því að komast í fyrsta skipti í sögu Íslands á HM. Og hvert svo? Hvert er stefnan sett? Það fer svolítið eftir í hvað maður hefur í boði eftir tímabil en mér langar að fara út. Bara spurning hvort það verði eftir sumarið núna eða eftir 2 ár en markmiðið er klárlega að fara eitthvað út og spila sem atvinnumaður í nokkur ár. Þú ætlar fyrst að lyfta tollinu og komast á HM? Já, skulum byrja á því og síðan sér maður hvað gerist eftir það. Nú er rétti tími til að setja poppið á stað áður en við flautum inn seinni hálfleikinn. Kíkjum fyrst í smá auglýsingar.
Það eiga sér eflaust margir þann draum að spila fyrir landslið. Hún Birna Baldursdóttir, hún hefur afrekað það og ekki bara einu sinni, heldur þrisvar og það 3 mismunandi landslið, strandblak, blak og íshokkí. Takk fyrir. Hvenær byrjar þú í hokkíinu? Ég tók hérna hálfan vetur áður en ég fór á Laugavötn í nám. Þar sem að nokkru stelpur úr menntaskólanum stofnuðu þetta lið, kvennalið, árið 2000 að ég fari mér rétt. Og svo fer ég í nám í 3 ár og kem aftur. En ég rauninni búin að skauta síðan og fyrir utan barneignir auðvitað. En þetta orðin ágætis ár, þarna 17 ára eitthvað svoleiðis. Nú ert svolítið klikkuð í þessu, þú ert ekki bara í hokkíinu, er það? Nei, ég þetta íþróttanörd, ég elska íþróttir. Ég semst var í blaki alltaf og núna komin aftur í öldungablak. Þannig að ég átti smá vandræði með öxlina á mér þar sem ég fór úr axlalið fyrir 2 árum á Spáni mitt, vorum að keppa HM. Þannig ég hef ekki spilað blak síðan bara þá í rauninni, ég byrja núna aftur bara í janúar og rosalega þakklátt. Fór í aðgerð í fyrra og mjög þakklátt að geta spila á ný í rauninni. Ég veit ekki hvað það er, þetta bara eitthvað í mér. Blak og hokkí, passar þetta saman á einhvern hátt? Já, þetta allt saman hreyfing, maður. Þetta þú veist, auðvitað mikill galli í íshokkí og ískallt á móti þá blakinu, engin snerting þar og annað. Ég veit ekki, kannski mismunandi útrás, eitthvað er það. Svo er það líka bara félagsskapurinn. Það eru mismunandi stelpur í þessum hópum og alltaf jafn yndislegt að hitta þær, sko. Nú státað þú af árangri sem ekki margir státa af. Þú varst í 3 landsliðum á sama tímanum í blaki, strandblaki og hokkí. Er þetta hægt? Já, þetta er einfalt. Nei. Strandblaki er náttúrulega bara sumrin. Þannig það var alveg auðvelt í rauninni að bæta því við. Og svo bara að halda sér í ákveðnu formi og ekki að meiðast. Þá gengur þetta upp. Og við erum með góðan bakhjarla í rauninni á bakhausi og stuðning. 3 landslið, fjölskylda með, jafnvel vinna. Hvernig leit dagurinn út? Já, dagurinn leit ágætlega út, sko. En auðvitað, þú verður að vinna, sko. Þetta er allt landslið sem þú vorst að borga sjálf fyrir. En vissulega fer maður og sækir styrki og fær þá oftast. En það er alltaf erfiðara fyrir mann að ætlast til að borga þetta sjálfur og borga allt annað líka. En þetta gengur alltaf. Þú ert náttúrulega alveg að vakna snemma og taka þína aukaæfingu og þetta er skipulagning. En eins og ég segi að þú ert með góða bakvegi, stuðningurinn góður. Og þetta bara áhugasviðið er svona. Þá gerir það sem allt annað. Er það ekki? Nú ertu komin í nýtt hlutverk þjálfara og þjálfari hjá landsliðinu. Hvernig kanntu við í því hlutverki? Þetta er bara æðislegt. Ég var alveg pínu stressi fyrst, ákveða að vera ekki með. En það er eiginlega skárra að segjast ekki ætla að reyna að komast í liði í staðinn fyrir að þú kemst ekki í liði. Nei, ég segi svona. Ég er rosalega þakklátt líka fyrir að fá þetta starf. Ég veit að það voru nokkru sem vildu það. En ég var aðstoðarþjálfari og er alveg auðvitað með reynsluna og annað, en það er allt annað að mæta inn sem þjálfari. Til þess var ég myndi að segja það daginn að það var eiginlega meira álag á manni sem þjálfari heldur en sem leikmanni. Þú ert bara upp í herbergi að hvíla, hvíldartímum. Þetta var bara yndislegt og ég vona svo sannlega að ég fái að gera þetta aftur. Nú er stór hluti hópsins hérna úr SA í landsliðinu. Hvernig er munurinn á því að vera hérna æfingu með SA og svo landsliðinu? Það er eiginlega ekkert þannilega fyrir mig. Ég er náttúrulega búin að vera leikmaður í landsliðinu síðan var stofnað 2005. En ég þekki alla leikmenn inn og út og í rauninni auðvitað mismikið. En ég næ alveg til þeirra og fannst það og við erum rosalega náinn hópur og því alveg auðvelt að vinna með þeim. Og þurfum að finna svona gagnvart virðingu og annað
þá er þetta ekkert mál. Nú gekk ykkur vel á þessu fyrsta móti sem þið fóruð út þar sem þú varst þjálfari. Já, það var frábært. Við vorum vissilega 54 sekúndum frá silfrinu, fengum semst bronsið, en auðvitað unnum við líka Nýja-Sjáland á 5 sekúndum. Þannig að þetta voru rosalega jöfn lið, hefði getað farið á báða bóga. Þannig að 3. sæti fyrir okkur var frábært og við stefnum hærra. Við erum alveg klári að fara í næstu deild eftir svona 2 ár, segja það, með okkar ungu og efnilegu leikmenn sem eru að koma inn í liðið. Langaði þið ekkert að stíga út á svellið? Jú, á tímapunkti langaði mig það. Ekki til að bjarga málunum, alls ekki. Eiginlega bara til að mæta þessum mótorjum sem ég hef verið að spila á móti. En alveg stundum var ég líka mjög fegin að þurfi ekki að spila þennan leik. Því að ég var alveg af stressu sem þjálfari og leikmaður og svona öðruvísi. Sem er eiginlega bara gott, sko. Já, ég upplifði það. Ef við hugsum aðeins framtíðina, hvernig eru næstu markmið hjá þér? Eins og ég segi, ég ætla að búa hérna á Akureyri og þjálfa og kenna. Og vonandi þá bara áfram að fylgja þessum klúbbi og gera eitthvað fyrir hann og jafnvel eitthvað fyrir blakið. Að lokum ætla að líta viðtal við Önnu Rakel Pétursdóttur sem við tókum hérna á KA-svæðinu. Hún var þá leikmaður Þór KA en í dag eru leikmaður Linköping í Svíþjóð og því vel við hæfi að ríða upp þetta viðtal. Hvenær byrjar að æfa fótbolta? Ætli hafi ekki verið 4 ára. 4 ára gömul. Þá byrjaði að æfa með KA og það voru engar stelpur á mínum aldri að æfa. Þannig að ég var bara sent yfir til strákana og þannig ég æfði með strákunum fyrstu árin og það var ekki fyrir í 7. eða 5. flokki sem ég byrjaði með stelpum. Hvað varstu gömul þegar þú spilaði þinn fyrsta leik í efstu deild á Íslandi? 15-16 ára. Hvernig var það að koma inn í liðið þetta ung? Það var bara virkilega gaman og þetta er náttúrulega sem maður hefur stefnt að frá því maður pínulítil, þannig að þetta byrjaði mjög vel og ég held ég hafi bara náð að stimpla mig inn í liðið snemma og hef bara haldið mig þar. Hvernig var að mæta leikmönnunum í Pepsi-deildinni? Var það ekkert strembið, erfitt? Jú, kannski smá svona fyrst, en svo venst maður bara að spila á þessu tempói og þessu leveli, þannig að þetta er fljótt að koma. Nú áttu 24 landsleiki að baki fyrir yngri landslið Íslands. Hvernig leiðið þú fékkst kallið í A-landsliði? Ég var mjög hissa, af því að ég hafði voða lítið pælt í þessu, en ég komst bara að því að því að liðsfélagi mínu sendi mig bara til hamingju og eitthvað, þannig ég vissi ekki alveg hvað er í gangi. Svo fór ég á fótbolti.net og sá bara mynda mér þarna efst. Þannig að ég fekk svona smá sjokk en þetta var bara virkilega gaman. Nú ertu þjálfari hjá KA, samhliða spilamennskunni. Hvernig myndur þú lýsa Önnu Rakel þjálfara? Metnaðarfull og vonandi góð fyrirmynd. Og bara, já ég held ég kunni að vera á mörkunum þess að vera vinur og þjálfari. Það er stundum mjög þunn lína. Áttið þú einhverja fyrirmyndir þegar þú varst að æfa? Já, þá voru Lára Einars og Helena Jónsdóttir, þær voru í yngri landsliðunum, þannig að ég horfði mikið upp til þeirra og svo auðvitað bara Söru Bjarkar og Margrétar Láru og alla þeirra. Hvernig myndu segja að væru svona þínir helstu styrkleikar sem leikmanns? Ég held að sé dugnaður og metnaður og að maður spila fyrir liðið, það skiptir mjög miklu máli. Og bara leggja sig alltaf 100% fram. Ég held að það sé. Er ekki best að við bara kíkjum út á völl og sjáum þið sparka í bolta? Endilega. Ungar stelpur sem að dreymir að komast í landsliðið og spila sem fyrsta landsleik eins og þú hefur gert. Þú með einhverja punkta? Ég held að sé bara aukaæfingin. Það skiptir ekki máli hvernig veður það er bara að mæta og gera sitt besta. Klófa snjóinn inn á völlinn. Já, það mun skila sér á einhverjum tímapunkti. Já. En svona þegar við erum að labba inn á völlin hér, hvernig er tilfinningin að labba inn á völlin á móti Noregi í fyrsta A-landsliðsleik? Það var mjög mikill spenningur, smá stress, en þetta var bara ótrúlega upplifun. Þetta er alveg eitthvað sem maður getur vanist. Ekki? Jú, heldur betur. Var einhver innvígsla inn í liðið? Nei, reyndar ekki. Það var ekkert svoleiðis? Ekki ennþá allavega. Það er bara liðin tíð? Nei, ég held að sé meira sér á Algarve, sem er núna í lok febrúar. Já, held ég. Þannig að þú ert kannski von á því? Já, ef ég verð valinn. Nú varst þú
útnefnd íþróttamaður ársins 2017 á 90 ára afmælishátíðinni á KA. Já. Hvernig tilfinning var það eiginlega? Það var bara virkilega góð tilfinning. Rosalega mikill heiður. Náttúrulega, þetta nánast bara heimili númer 2. Já. Þannig að þetta var ógeðslega gaman og bara virkilega mikill heiður. Risastór hátíð. Já, heldur betur. Þetta var ógeðslega skemmtilegt kvöld. Vissirðu af þessu fyrirfram? Þú vissir ekki af þessu? Það er ekki hugmynd. Þannig að þetta kom smá óvart. Hvað fór í gegnum kollina þegar þú varst að labba upp og taka við viðurkenningunni? Ég man ekki eins og hvað ég var að hugsa. Ég var bara brosti allar hringinn. En svona ef við horfum á markmið næstu ára, hvernig lítur það út? Ég ætla að klára Emma núna í júní og stefna á að klára tímabili hérna heima með Þór KA. Og svo ætla ég bara að bíða að sjá hvort það kom eitthvað spennandi tilboð upp og auðvitað er stefnan atvinnumennsku og bara halda manni í þessu landslið, vera lykilmaður þar innan fara ára. Þannig að... Baráttan er hörð. Já, klárlega. Þetta er virkilega stór og góður hópur. Þannig að það þýðir ekkert að slaka á núna, maður er ekki komið með neitt. Akkurat. Bara gefi í. En undirbúningurinn fyrir tímabilið með Þór KA? Já. Hvernig gengur að leggja upp tímabilið og stemmingin í hópnum? Stemmingin er bara mjög góð og það er allir bara mjög spenntir, öll að vinna sama markmið. Auðvitað ætlum við að vinna Íslandsmeistaratitilinn aftur, þannig að virkilega spennandi sumar framöndan. Glæsilegt. Ef við ekki stilla upp aðeins og taka æfinguna? Jú, endilega. Rana, þetta voru bara svona þægilegar og einfaldar æfingar sem ungir iðkendur geta tileinkað sér mjög auðveldlega utan æfinga. Já, algjörlega. Eins og þegar ég var yngri þá notaði ég bara skó og raðaði þeim upp og siksakaði á milli. Þannig að maður þarf bara að nýta það sem maður hefur og bara æfa sig og æfa sig. Og bara hvar sem er í garðinum heima? Já, bílskúrnum og bara alls staðar. Gerðirðu eitthvað annað en spila fótbolta þegar þú varst lítil? Nei, ég get ekki sagt það. Já, bara fótbolti allan sólarhringinn. Númer 1, 2 og 3? Já, og 4 og 5 og 6. Takk hérlega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Það er vonandi að markmið þáttarins sé núna náð og við séum einhvers vísari hvaða eiginleikar það eru sem að gera afreks íþróttamann. Ég veit allavega að ég er það. En það er komið að lokum hjá okkur í dag. Sjáumst í næstu viku.